einu sinni var það einn af mínum æðstu draumum að eignast einbýlishús út í sveit með heitum potti og stað þar sem ég gæti verið með hesta. Og eftir að ég tók á móti Jesú og hann mætti mér í hugleiðslu árið 2019 og ég frelsaðist og síðan læknaðist ég af því að Jesús fór að sýna mér hverjar voru rætur veikinda minna, af hverju ég hafði verið með kvíða og fíkn og allt þetta. Og síðan fór hann að hjálpa mér að losa út þessar rætur og eitt af því sem hann sýndi mér var að hugarfarið okkar skiptir svo miklu máli og hefur mótandi áhrif á líðan okkar, heilsun okkar en líka líf okkar og þar með talið fjárhaginn, eignirnar, fjölskylduna, allt í lífinu okkar. Bara það sem þú hugsar dag frá degi, það sem þú trúir og það sem þú talar út, þannig ertu, þannig er líf þitt og þannig eru kringumstæðurnar. Og eftir að Jesú fór að sýna mig þetta og ég læknaðist og ég fekk bara algjört frelsi frá öllum þessum krónísku veikindum, þá hugsaði ég, vá, og svo fór ég að lesa í Biblíunni og það segir í Mósebókum að Guð gaf manninum vald yfir sínu eigin lífi, yfir öllu á jörðinni, öllum dýrunum og allt. Og svo eru leiðbeiningar í Biblíunum hvernig við iðkum þetta vald og þetta val og það er með því hvað við erum að hugsa, að skapa okkur sýn, umbreyta hugarfarinu og tala út það sem við viljum sjá og þannig sköpum við það. Og þá fór ég bara að manifesta lífið sem ég vildi og ég fór að fara á alls konar námskeið hjá fólki sem hefur náð, mestum árangri, í heiminum á öllum sviðum, hvað sem það er fyrirtækjarekstur eða fjölskylda eða fjárhagslegt og ég fór að skapa markvisst mitt eigið líf hvernig ég vildi hafa, meðal annars fjárhaginn minn og eignir og ég lagði mikla áherslu á það, ég ætla að eiga rosa mikið pening og miklu meira en nóg og ég ætla að eiga eignir og fasteignir og þannig að ég fór að manifesta það á fullu og svo gerðist það og ég var meðal annars búin að setja svona myndir á vegginu og ein myndin var einbýlishús með heitu potti í sveit og svo gerðist það 2021, sumar 2021 að ég keypti einbýlishús í sveit með heitum potti og ég er í því núna hérna og þetta er eign rétt hjá Hellu sem er alveg ótrúlega falleg með 3 stórum svefnherbergjum, það er risastór garður, það er 7 hektara land hérna sem er afgirt og hægt að hafa hesta og hérna úti er pallur og þetta er heiti potturinn og þannig að já, ég manifestaði með þennan stóra drauminn og sumar 2001, ég veit ekki hvort þú manst eftir því, en þá voru stýrivextir 1,5%. Þannig að ég tók lán og ég alveg, vá, þetta er bara svo ókeypis peningur, það er ekki vextir á þessu. Og en svo þarf ég ekki heldur að segja ykkur það að fljótlega eftir það, einhverjum mánuðum seinna, minnir að hafi verið kannski 2022 eitthvað, þá byrjuðu stýrivextir að hækka. Og þeir hækkuðu, fóru alveg upp í 10%. Og þannig að það var svona þyngri róðurinn að reka svona eign og eiga svona eign. Þannig að ég brást við með alls konar, með að gera alls konar hluti svo leigjana út, svo stofnaði ég fyrirtæki, ég var að reka út á Airbnb og Booking og var síðan sjálf að nota þetta inn á milli og við vorum að koma hérna með krakkana, njóta þess að vera hérna, vorum með trampólín í garðinum og þetta er náttúrulega æðislegu staði, sérstaklega að vera á sumrin. En á sama tíma að þá var ég að lesa mikið í orðinu í Biblíunni og Guð var að vinna rosalega mikið í mér og þarna árunum 2023 og 2024 sérstaklega þá tók hann Guð mig bara og hann byrjaði að hrista, mér leiði eins og hann var að hrista mig og krysta mig og kremja mig og hann var einhvern veginn að skera burt allt sem að var ekki frá honum og allt sem að ég hafði verið að fókusa á og reyna að öðlast og eignast sem að skipti ekki máli og var í rauninni bara hégómi eða ég að eltast við eitthvað falskt öryggi. Og eitt af því sem að Guð var að sýna mér var að ástæðan fyrir því að ég vildi eignast svo mikið pening og þessar eignir var meðal annars það að það átti að gefa mér öryggi. Og og ég hef lifa mínu lífi þar sem ég upplega mjög mikið óöryggi bæði gagnvart sjálfur mér en líka bara að ég sé hættu að sé eitthvað hræðilegt sé að fara að gerast og svo framvegis og Guð var að sýna mér að hjarta mitt var vanstillt og ég var að leitast eftir að upplifa öryggi í gegnum það að eiga nóg pening, eiga eignir, byggja upp sterk fyrirtæki og verða eitthvað rosa nafn á okkur ákveðnu sviði og þegar ég fór að sjá
að þetta var allt falskt öryggi, að ekkert af þessu getur gefið mér öryggi. Þegar ég fer inn í himnaríki þá er ég ekki að fara að taka þetta hús með mér, þú veist. Ég er ekki að fara að taka peningana sem ég á inn á bankareikningi með mér þegar ég fer inn í himnaríki, og fyrir utan það sjáðu bara hvað gerðist í Grindavík. Það getur bara komið eldgos, þú veist, og allt í einu bara kviknar í húsinu og það er bara að fara á einu augabragði, þú veist. Þetta er ekki raunverulegt öryggi, og eignir og peningar eða annað fólk eða eitthvað í þessum heimi, það er ekki það sem að getur gefið raunverulegt öryggi. Guð er öryggi og hann er eina raunverulega öryggið sem að við getum haft og fengið og átt. Og þegar ég fór að átta mig á þessu og ég fór að sifta í hjartan mínu og segja Guð er öryggi mitt, það er Guð sem gefur mér öryggi, það er þá sem ég gat meðtekið raunverulegt öryggi, það er þá sem að hjarta mitt fylltist að öryggi Guðs og örygginu sem að hann gefur, og þá fór ég upp að ég er örygg, ekki að því á pening eða fasteign eða að því að annað fólk gefur öryggi eða ég er með rútínu eða það eru reglur eða að því að stjórnvöld eða lögreglan er þarna úti og hún á að vernda mig, skilju. Ég er örygg að því að Guð almáttugur er faðir minn og hann passa mig og hann verndar mig og ég hvíli í honum og ég hvíli í hans ljósi, og það er öryggi mitt og það er eilíft öryggi. Það er eilíft öryggi sem nær langt út fyrir þetta litla líf sem við eigum hérna á jörðinni. Jafnvel þótt þú verður 120 ára, þá er það samt stuttur tími í samanburði við eilíðina. Og Jesús segir að við eigum ekki vera að safna eigum þar sem að mölur og ryð geta komið eða þjófar geta stolið. Það er forgengilegt og eyðist á endanum, heldur eigum við að safna fjársjóð á himnum sem er óforgengilegur, sem að við höfum aðgang af, svo þegar við förum inn í eilíðina með Guði. Og Guð fór að sýna mér og opinbera fyrir mér, því meira sem ég fór að eyða tíma með honum og grundvalla mig í orðinu, hver er raunverulegur tilgangurinn með þessu lífi. Af hverju erum við hérna á þessari jörðu og frum tilgangur mannkins, og það allra mikilvægasta af öllu sem við munum nokkuð tíma að gera í þessu lífi, það er að taka á móti Jesú Kristi og velja að gera hann að okkar Guði og taka á móti honum og endurfæðast til þess að við getum orðið synir og dætur Guðs og fengi inngöngu með henni í himnaríki Guðs og dvalið þar með honum í eilíðinni. Og þetta er gert með lítilli bæn, með einlægu hjarta, með að segja og raunverulega vilja. Guð ryðst ekki á neitt, hann gefur okkur öllum frjálsan vilja, og þegar við veljum að segja Jesús, komdu inn í hjarta mitt, ég vel að trúa á þig, ég trúi því að þú sért Guð, og ég vil þekka þig og ég vil kynnast þér og ég vil eiga líf með þér. Takk fyrir að gefa mér andan þinn og fyrirgefa syndir mínar, og ég vil að lifa í þínu ljósi og í þínu öryggi og í þínum friði og í þínum kærleika alla eilífð. Bara svona lítil einlæg bæn, þá kemur andi Guðs inn í andan þinn, þú ert sál og andi, og hann endurfæðir andan og þú fær nýjan anda fæddan á Guði, og þá byrjar þessi guðlegi andi að lifa innra með þér og þú umbreytist. Þú verður ný sköpun í Guði og þá verður sonur eða dóttir Guðs og þá verður hluti af konungsfjölskyldu Guðs. Þú ert konungborinn og þú byrjar að lifa í Guðsríkinu og þú átt örugga himnaríkisvist þegar lífinu hér á jörðinni er lokið og þú byrjar að læra að þekkja Guð, þegar þú byrjar að lesa í orðinu og þú byrjar að lifa með honum meir og meir inn í henni ósýnilegu veröld í staðinn fyrir þessari sýnilegu veröld. Og það er stórkostlegt líf og stórkostleg ganga þar sem við erum að vaxa og þroskast og umbreytast. Og ég þrái bara í hjartanum mínu að ef þú hefur ekki öðlast þetta, að þú öðlast þetta núna, að þú farið með þessa litlu bæn sem ég fór með. Þú getur líka sendt mér skilaboð og ég get beðið með þér eða beðið fyrir þér. Ekki fara í gegnum allt þetta líf og missa af því stórkostlegasta og fallegasta og besta sem til sem er Jesús Kristur.